Good morning and happy Sabbath to all of you. Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag öll sömul. It's nice to be back home again. Það gott að vera komin aftur heim. Last few weeks have been very eventful for us, my wife and myself. Síðustu vikur hafa það verið margt að gerast fyrir okkur hjónin. We have been traveling back and forth to the US to get everything in place so that we can stay here in Iceland. Við höfum þurft að ferðast fram og tilbaka til Bandaríkjanna til þess að hafa allt á hreinu svo við getum verið hérna á Íslandi. Our daughters, Beverly and Fairlyn, also visited with their friends, a trip that they had planned long before. Og dætur okkar Beverly og Fairlyn þær komu hingað með vinum sínum, ferð sem þær voru búin að skipuleggja fyrir löngu síðan. As soon as they landed in Iceland, they said, it's good to be home. Og þegar þær lentu á Íslandi þá sögðu þær báðar það er gott að vera heima. And we also want to thank our church family who has made us feel welcomed. Og okkur langar að þakka kirkjufjölskyldun okkar sem hefur látið okkur líða velkomin. And thank you for doing everything you could to make us coming back comfortable here. Og takk fyrir að þið hafi gert allt sem þið hafi getað til þess að okkur líði vel að koma tilbaka. Today we are going to look at a passage in the Gospel of Matthew. Við ætlum að skoða í dag texta úr Mattheusarguðspjalli. And before we go into that, let's have a short word of prayer. Áður en við gerum það þá skulum við biðja stuttabæn. Our most gracious Father in heaven, Faðir á himnum, we do thank thee for this wonderful Sabbath day. við þökkum þið fyrir þennan dásamlega hvíldardag. And we thank you for giving us time to study your word. Við þökkum þið fyrir að við fáum tíma til þess að skoða orð þitt. As we look at this passage from Matthew, Við lítum á þennan texta í Mattheusarguðspjalli. open our minds to receive what you have for us today. Opnaðu huga okkar til þess að taka við því sem þú hefur að Thank- tala við okkur í dag. Thank you, and in Jesus' name we pray. Við þökkum þér í Jesú nafni. Amen. Those of you who have your Bibles with you, Þið sem eru með biblíurnar ykkar með ykkur, you can turn to Matthew getið fundið Mattheusarguðspjall chapter 15. 15. kafla And we are going to look at the passage that was read for us this morning og við ætlum að líta á textan sem að Dísa las fyrir okkur í morgun. from verses 21 to 28. Vers 21 til 28. I will not be reading verse by verse, Ég ætla ekki að lesa vers fyrir vers, but you can follow through as we study this passage. en þið getið fylgst með því sem ég fer áfram. And I would like to say that from the stories that we have read and heard from the Old Testament, Frá sögunum sem við höfum heyrt og lesið í Gamla testamentinu, you probably remember Canaanites who had occupied the promised land. þá munið örugglega eftir Kananítum sem hafðu tekið yfir fyrir landi. So before we study this passage, it is important for us to refresh our memories as to who these Canaanites were. Áður en við höldum áfram að skoða þennan texta í Mattheusi, þá mikilvægt að rifja upp hvað þessa sögu Kananítana. Now, Canaanites, they were following a religion where they worshipped idols. Í þeirra trú þá tilbáðu þeir skurguð. They were also sacrificing children. Þeir voru líka að fórna börnum They were marrying people from all the religions that were around. og þeir voru giftast í alls konar trúarbrögð. And there were so many other practices which were against the will of God. Og það var svo margt í gangi sem var gagnstætt vilja Guðs. They were considered a symbol that was corrupt and against God's will. Og þeir voru taldir vera svona táknum það sem var bara spillt og á móti vilja Guðs. And from the point of view of the Jews, they were considered scums, filth. Og gyðingarnir litu á þá sem bara eitthvað sem var bara ógeðfellt. And Jews hated these Canaanites. Og gyðingarnir hötuðu það.
They did not like them at all. Þeim líkaði bara alls ekki við þá. And on top of all this history of hatred towards Canaanites, Og ofan á alla þessa sögu hatur gagvart Kananítum, Jesus decides to go to the regions of Tyre and Sidon. að þá ákvað Jesú að fara á þessa staði, Týrus og Sídon. And the people that were living in this region, Og fólki sem bjóð þarna á þessu svæði, they were consuming the food that was grown by the Jewish farmers. og þeir borðuðu matinn sem var ræktaður af bændum, gyðingabændum. In other words, the food that was meant for the children of the Jewish families, Canaanites were taking that food away. Já, í öðrum orðum að maturinn sem var ræktaður fyrir gyðingabörnin og gyðingafjölskylduna, And this- Kananítarnir voru að taka það fyrir sig. And this could be another reason why Jews hated Canaanites so much. Og þetta getur verið önnur ástæða fyrir því að gyðingarnir hötuðu Kananítarna svo mikið. This morning we are going to look at the story of a woman. Og nú ætlum við að skoða sögum konu. This woman was unloved, Hún var ekki elskuð, she was hated, hún var hötuð and she was a Canaanite woman. og hún var kanversk kona. And she was unwelcomed to come towards the Jewish people. Og hún var óvelkomin að koma til gyðingana. Now, in this story, this is a Canaanite woman Og í þessu sögu þá erum við kanverska konu coming towards the Jewish men. sem kemur í átt að gyðingamönnum. She was trying to approach Jesus. Hún var að reyna að ná sambandi við Jesú. She was coming to a group of men that were with Jesus, disciples as well. Hún gekk þarna í átt að mönnum sem voru lærisveinar Jesú. Now, here we can see that she was of the wrong nationality, Canaanite, coming to the Jews. Hún var semst það röngu þjóðerni. She was of the wrong gender, a woman approaching Hún men. var líka röngu kyni, kona sem var að koma til manna. She was from the wrong religion, Hún var af rangri trú, wrong race, röngum kynstofni and also from the wrong social class. og líka úr röngu félagslegu samfélagi. Let's picture this woman. Sjáum hana fyrir okkur. She is not a beggar, Hún ekki bettlari, but she was looked upon as worse than a beggar. en það var litið á hana verr en bettlara. She was looked down upon because of her superior class. Það var litið niður á hana vegna þennar stöðu í samfélaginu. She was looked down upon because of her revolting theology. Og það var litið niður á hana vegna þess hvaða skoðun hún hafði á trúmálum Because of her politics and because of her nationality. og stjórnmálum og þjóðerni. She sees Jesus Hún sér Jesú, and she comes rushing towards him. hún kemur bara hlaupandi í áttina And til she is hans screaming at the top of her og voice, hún æpir eins hátt og hún getur. "Have mercy on me, Lord, Miskuna þú mér Son of David. sonur Davís. My daughter is tormented by a demon." Dóttir mín mjög kvalin af illum anda. The way she was acting, Hvernig hún kom fram, the way she was talking at the top of her voice, hvernig hún talaði bara mjög hátt, alveg eins hátt people around her may have thought that she is the one who is possessed with devil. að þá hefði fólki í kringum hana geta haldið að það væri hún sem væri haldin í illum anda. She may have come across like that, Hún geti hafa byrst þannig, but she was not possessed by a devil. en hún var ekki haldin í illum But anda. she was possessed by the illness of her daughter. Heldur var hún haldin þessum vonda slæma sjúkdómi dóttur sinna. So because of that, she breaks down all social barriers. Og þess vegna brýtur hún niður alla félagslega varnarveggi. All the taboos of that day, she did not care about them. Allt sem var litið hornuga henni var alveg saman. And she is driven to do that because she loved her daughter so much. Og hún gerir þetta vegna þess að hún elskar dóttur sína svo mikið. Those of us who have loved ones who have fallen ill, Þau okkar sem að eigum ástvini sem að hafa orðið veikir probably can understand how this woman was feeling at that time. geta skilið hvernig konunni leið á She þessum was tíma. so desperate to save her daughter.
Hún var í svo mikilli örvinglun að bjarga dóttur sinni. She was willing to go to any end of the earth to find cure for her daughter. Hún var tilbúin að fara til bara hvaða enda jarðarinnar til þess að finna lækningu fyrir dóttur sína. And I'm sure if our loved one falls ill like that, we will do anything that we can in order to find cure for our loved one. Og ég er viss að ef einhver ástvinur okkar svona, þá erum við tilbúin að gera hvað sem til þess að finna lækningu. So she ran out and she begged, have mercy. Og hún hljóp út og hún bað miskuna þú mér. And her pleading was met with silence. Og bón hennar var tekið með þögn. If you look at verse 23, it says, Ef við lítum á vers 23, þá segir þar, but he did not answer her at all. en Jesús svaraði henni engu orði. Jesus ignored her plea. Hann bara hunsaði hana. We all have been ignored once in a while in our life. Við höfum öll fundið fyrir og verið hunsuð einhver tíman í lífinu. So we probably can see or feel how she felt at that time being ignored. Svo við getum örugglega að setja okkur í hennar spor hvernig henni leið við það að vera hunsað. She probably felt she is being treated as if she doesn't exist. Henni leið örugglega eins og að hún bara væri ekki til. And she probably also felt that maybe Jesus thinks that I'm not worth a comment from him. Og kannski hugsaði hún að Jesú fyndist hún ekki vera þessi virði að hann talaði við hann. But Jesus' silence does not discourage her. En þögn Jesú gerði hana ekki, hún gafst ekki upp þrátt fyrir það. She continued to shout and continued to plead. Hún hélt áfram að hrópa og biðja. Finally, Og að lokum, the disciples were so tired of her shouting, so tired of her, they turned to Jesus. að lærisveinarnir, þeir voru orðnir svo þreyttir á henni, þreyttir á hrópunum og köllunum að þeir snéru sér að Jesú. And in verse 23, they say to Jesus, send her away. Og í vers 23 þá segja þeir, látt hana fara. And at this time, Jesus speaks. Og það þá sem Jesús segir, And still not to the woman, ekki til konunnar, still silent to her. hann ennþá hljóður He gagnvart henni, responds to the disciples. en hann svarar In lærisveinunum verse 24, í 24. versi. I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Ég ekki sendur nema til týndra sauða af Ísraels ætt. Here we have seen that he has ignored this woman. Við sjáum að hann hefur hunsað þessa konu. He has dismissed her as if she doesn't exist. Hann hefur svona einhvern veginn bara látið hana vera eins og hún væri ekki til. But she still kept coming closer to him. En hún hélt áfram að nálgast hann. She came so close to him that she knelt in front of him. Hún kom svo nálægt að hún kraup fyrir framan hann And then she begged even more. og svo bað hún ennþá meira. She says, Lord, help me. Og hún sagði, Drottin, hjálpa þú mér. Finally, Og að lokum, Jesus speaks to her. þá talar Jesú við hana. In verse 26, he Í says, 27. versi segir hann, it is not fair to take the children's food and throw it to the dogs. ekki sæmir að taka brauð barnana og kasta því fyrir hundana. The silence is broken, Þögnin brotin, but with an insult. en með móðgun. And then she responds Og þá segir hún in verse 27, í 27. versi, yes, Lord, satt það Drottin, yet even the dogs eat the crumbs that fall from the table. þó eta hundarnir móla þá sem falla af borðum húsbónda þeirra. Now she begs. Og nú biður hún ennþá heitar. She's not asking for the best. Hún ekki að biðja það besta. She is not asking for too much. Hún ekki að biðja of mikið. But she is begging even for the crumbs. En hún bara biður mólana. Just the leftovers, Lord. Bara afganginn, Drottin. Just a little bit. Bara pínulítið. That will be enough for me. Það væri nóg fyrir mig. And now Jesus sees her fully.
Og þá sér Jesú hana algjörlega and answers her og hann svarar in henni, verse 28. 28. versi. Woman, Kona, great is your faith. mikil trú þín. Let it be done for you as you wish. Verði þér sem þú vilt. Now, here is a very unusual statement that Jesus made, Og þetta mjög óvenjuleg svona fullering sem Jesú segir, saying, great is your faith. þar sem hann segir mikil trú þín, Because he had just admonished his disciples that you are lacking faith. því hann var nýbúin að ávita lærisuna sína að þeir vantaði trú. And when we look at this story, Þegar við lítum á þessu sögu, it is a very unusual story. það óvenjuleg saga. Perhaps the most uncomfortable image of Jesus in the Bible. Kanski eina svona óþægilegustu myndunum af Guði í Biblíunni, af Jesú. Here is a picture of the two of them, the woman and Jesus. Og þannig höfum við mynd af þeim báðum, Jesú og konunni. Woman is portrayed here as a driven person. Og konan þarna mjög áköf She manneskja is demanding, og hún krefst but still very humble, en samt mjög svona auðmjúk and also with great faith. og með mikla trú. Now, what is interesting is that I have mentioned already that disciples were just told that you are lacking faith. En það sem áhugavert að lærisveinum hefði nýlega verið sagt að þeim vantaði trú. But Jesus pronounces her a woman of great faith. En Jesús segir við hana að hún sé kona af mikilli trú. And here we can understand the behavior of this woman. Og hér getum við skilið hegðun konunnar. She had a need, Hún hafði þörf and she is driven out of love for her daughter. og og hvatin kærleikur gagnvart dóttur sinni. She is desperate to find relief Hún for the illness of her daughter. Hún bara í örvinglanum að finna hjálp fyrir og lækningu fyrir dóttur So sinni. she comes to a person who can give that relief to her. Svo hún kemur til mannesku sem getur gefið henni það sem hún þarf. So she ends up banging her head against the wall of frustration. Svo hún enda með því að berja hausnum í vegg þessara örvinglan. Her wall of frustration was built by the bricks of prejudice. Og þessi veggur var byggður úr steinum fordóma. This prejudice was against her nationality. Fordómar gagnvart þjóðerni hennar. It was also against her gender, Fordómar gagnvart kyni hennar. against her religion. Gagnvart trú hennar. And this prejudice was also against her status. Og líka Social gagnvart status. stöðu hennar, samfélagsstöðu. But she kept on pushing against this wall. En hún hélt áfram að ýta á vegginn. First, she she bangs against the wall, but is hit by the brick of Jesus' silence. Hún ræðst á vegginn en hún lendir á steinunum sem þögn Jesú. She pushed against the wall again, but was pushed back by the disciples. Og hún ýtir aftur og þá ýtt á hana af lærisveinunum. She threw herself at this wall of prejudice, Hún kastar sér á vegg fordómana but was thrown back by an insult. en var kastað tilbaka með móðgun. Then she dropped on her knees Og svo féll hún á hnén and pushed harder, even with the greatest of humility. og ýtti fastar með allri þeirri auðmýkt sem hún hafði. She kept on begging with love. Hún hélt áfram að biðja af kærleika. She kept on begging with faith. Hún hélt áfram að biðja af trú. She was seen as a driven woman. Það var litið á hana sem svona kraftmikla konu. She knew what she wanted. Hún vissi hvað hún vildi. She knew who could give it to him, Hún vissi to hver her. gat gefið henni það. So she was not willing to give up. Hún var ekki tilbúin að gefast upp. But on the other hand, En á aðra höndina we see Jesus þá sjáum við Jesú as cold, kaldan uncompassionate, sem sýnir enga meðumkun and even insulting to this woman. og jafnvel móðgar konuna. Jesus kind of
turns his eyes away from her needs. og hann svona einhvern veginn beinir augunum frá þörf hennar. In this particular story, Og í þessari sögu my eyes were opened þá hafa augum mín verið opnuð to myself. að sjálfu mér. Don't we behave sometimes like that? Hegðum við okkur ekki stundum svona? Personally, as Seventh-day Adventists, Persónulega sem or sjöndadagsafentista collectively as a church? eða sem kirkja. Don't we at times behave like this to the growing needs of our church? Hegðum við okkur ekki svona stundum við vaxandi þörf kirkjunar okkar? Don't we at times treat our church members that are around us or our community members around us the same way that we picture Jesus in this story? Og komum við ekki stundum fram við safnaðar meðlimi sem hafa vaxandi þörf? Don't we turn a blind eye to the need that exists and we know it exists? Horfum við ekki stundum í burtu frá þörfinni sem til staðar og við vitum hún til staðar? Probably we think in our minds that if I just ignore it enough, it will just go away. Kannski hugsum við bara, já, ef ég bara hunsa þetta nógu lengi þá bara hverfur þetta. Maybe Jesus thought this woman will shout for a few minutes and then she will go away. Og kannski hugsaði Jesú að hún mun hrópa í smá stund og svo hættur hún bara. So a lot of us also think the same way. Og við hugsum líka But- oft mörg okkar svona. But going back to the story, En aftur að sögunni, what can we make of all that was happening at that time? hvað getum við lært af öllu þessu sem var að gerast? Why did Jesus act the way he did? Af hverju kom Jesú svona fram? We really don't know. Við vitum það í rauninni ekki. It is very uncomfortable for us to read this passage in the Bible. Og það er svolítið óþægilegt að lesa hann texta í Biblíunni. And the church has given a lot of explanations of the way Jesus behaved at that time. Og kirkjan hefur gefið alls konar svona útskýringarnar á því af hverju hann kom svona fram. Many say Jesus was tired. Sumir segja að hann hafi verið þreyttur. He had just been teaching and healing and preaching. Hann hafi verið að kenna og lækna og predika. He was just walking on the water. Hann var nýbúinn að ganga á vatninu. He was feeding the crowds. Hann var að gefa fullt af fólki að borða. So he had gone off to rest. Svo hann var farin þarna til þess að hvíla So sig. he was off duty. Svo hann var bara komin í frí. He was out of his jurisdiction. Hann var komin út fyrir svæðið sitt. Some people said, just give him a break for those reasons. Og sumir segja bara, gefðu honum smá slæka hana. And some others say, En aðrir segja, Jesus really did not mean to do what he did. hann ætlaði ekki að gera það sem hann gerði. He was just testing the faith of the woman. Hann var bara að prófa trú konunnar. Or some say, Og sumir segja, maybe Jesus was blinded by his culture kannski hafi hann bara blindast af menningu sinni. or his prejudices of that day towards Canaanites. Eða af fordómum sínum þennan dag. But we gagnvart Kananítum. don't know for sure why. En við vitum ekkert hvers vegna. But we do know this thing, En við vitum þetta, that Jesus að Jesús changed his answer. breytti svarinu sínu. When I was reading this passage, I was also reminded of a passage that is recorded in the Gospel of Luke. Því ég var að lesa þetta, þá myndi ég eftir texta í Lúkasarguðspjalli. If you want to look it up, it's in Luke 2, verse 52. Vil ég leita, kíkja á það, fletta upp, þá það Lúkas 2, And for, 52. now, there are two times that Luke refers to this situation. Og það tvisvar sinnum sem að Lúkas talar þessar aðstæður. And he records in the Gospel twice where he says, Og hann skrifar þetta tvisvar sinnum, þar sem hann segir, and he, referring to Jesus, og hann segir hann, þá hann við Jesú, grew in wisdom óx í visku, and, þroskaðist að visku and in stature og vexti and in divine and human favor. og náð hjá Guði og mönnum. Now Luke tells us here Og Lúkas segir okkur hérna that Jesus had to grow physically.
að Jesús hann þurfti að vaksa líkamlega. He had to become from a child to an adult. Hann varð að vaksa frá því að verða barn og upp í það að verða fullorðinn. But not only that, En ekki bara það, he also had to grow in wisdom. hann þurfti líka að vaksa í visku, He had to grow in knowledge. í þekkingu. He had to widen his understanding as well. Og hann þurfti að breikka út skilning sinn líka. Now, if you look at the disciples, Og við lítum á lærisveinana, we very well know that disciples looked at Jesus as a human þá vitum við að lærisveinarnir litu á Jesús sem bara mannesku. because he was walking with them, talking with them, eating with them. Því hann gekk með þeim, talaði við þá og borðaði með þeim. So they struggled to understand him as a divine person. Svo þeir áttu í erfileikum með að skilja að hann væri guðleg manneskja. And whenever superhuman things would happen, it would be difficult for them to comprehend. Og þegar eitthvað yfirnáttúrulegt gerðist, þá áttu þeir í erfileikum með það. They knew Jesus as their friend. Þeir þekktu Jesús sem vin sinn, They knew Jesus as their teacher. þeir þekktu Jesús sem kennara sinn. Jesus, well, while walking with them, knocked his foot on the rocks on the dusty roads. Og hann jáfnvel rak tána í á veginum þar sem þeir gengu. Jesus, who was going through all natural processes and things that a human being would go through with them. Og hann gekk í gegnum allt það sem manneskja getur gengið í gegnum með þeim. So they knew Jesus as a man who walked with them. Og þeir þekktu Jesú sem mann sem gekk með þeim. That's how disciples saw Jesus. Þannig sáu lærisveinir Jesú. And we see Jesus En við sjáum Jesú as fully divine. sem algjörlega guðlegan. Jesus is our Christ. Hann okkar Kristur, He is our Savior. hann okkar frelsari. And we relate to him through the experience of crucifixion and resurrection. Og við tengjum við hann í gegnum krossfestinguna og upprisuna. And that is why it is so difficult for us to see Jesus as human. Og þess vegna það svo erfitt fyrir okkur að sjá Jesú sem mannesku. We know the Christ who walks with us. Við þekkjum Krist sem gengur með okkur. Disciples knew the man who walked with them. Lærisveinarnir þekktu manninn sem gekk með þeim. We know the Christ. Við þekkjum Krist. So while they struggled to see him as Christ, Svo þegar að þeir voru að ströggla við það að sjá hann sem Krist, we struggle to see him as a man. að þá erum við í erfileikum með að sjá hann sem mann. This might be the glimpse for us. Þetta gæti verið svona smá glæta fyrir okkur To see Jesus growing in wisdom and knowledge. að sjá Jesú vaksa í visku og þekkingu. At this, or before this point, Jesus understood his ministry. Og fyrir þetta að þá skildi Jesú starf sitt, At least according to the Gospel of Matthew, allavega samkvæmt Matthíusi, that he had come to fulfill the prophecies, að hann átti að koma til þess að uppfylla spádómana, but only for the Hebrew people. en bara fyrir Hebrea. But in this story, En í þessari sögu, he learns that his gift þá lærir hann að hans gjöf is much greater than what he had first imagined. miklu meiri heldur en það sem hann hafði nokkuð tímann ímyndað sér. His gift is not limited to the Jewish people. Hans gjöf ekki einangruð bara fyrir gyðingana, His gift is for everyone, for all the people. heldur fyrir alla, allt fólk. What a glorious picture this draws for us now. Og þetta gefur okkur svona dýrlega mynd. And what a glorious thing that Jesus was willing to learn from this woman. Og hversu dýrlegt það að Jesús var tilbúin að læra af þessar konu. He was willing to learn from this woman the beauty of God's grace for everyone. Hann gat lært frá henni að gjöfin hans fyrir alla. So how does this apply to us? Og svo hvernig tengist þetta okkur? What message can I listen or hear from this story for myself? Hvaða skilaboð heyri ég fyrir mig? What message can you hear for yourself?
Hvaða skilaboð heyrir þú fyrir þig? I personally see two messages in this story. Ég persónulega sé tvennt. One message comes to me from the woman, Ein skilaboðin koma frá konunni and the other one from Jesus. og hinn frá Jesú. In the story of the woman, Í sögunum konuna I see a message about hitting walls of frustration. þá sé ég skilaboð það að ganga á vegg örvinglunar. When we hit so many barriers in our lives Þegar að við stöndum fram fyrir svo miklum bara erfileikum í lífinu. that we have to keep on going. En við verðum að halda áfram. I think about how I feel at times, Ég hugsa hvernig mér líður stundum banging my head into brick walls. þegar mér finnst ég þurfa að lemja hausnum í vegginn Many times feeling frustrated, og mér finnst ég einhvern veginn ekki hafa neitt angry, and even hurt. reiður og jafnvel sár. And I see her showing me two paths at this stage. Og ég sé hver hún sýnir mér tvær leiðir. Either we can give up and Annarkvort- leave. Annarkvort get ég gefist upp og farið. We can say that there is no use of banging our heads anymore, just this is not for me, I should just move on. Ég get sagt það þýðir ekkert fyrir mig að berja hausnum í vegginn, það gerist ekki neitt, ég bara fer og held áfram, Just go away. fer bara burt. Maybe this is not for me, Kannski þetta ekkert fyrir mig, or I am not even supposed to be here. eða já, bara kannski ekki eins og að vera hérna. That's one attitude that I can take. Það eitt viðhorf sem ég get tekið. But then there's another path that Svo she önnur shows. leið sem hún sýnir The one that this woman chose. og það leiðin sem hún valdi. The path of persistence. Leiðin að því bara að halda áfram. Path ekki of gefast upp. perseverance. Perseverance, ég veit ekki hvað sem. Not giving up. Já, bara það að gefast ekki upp, bara þrautsegja, já. No matter what difficulties you are going through in life, Sama hvaða erfileika þú ert að ganga í gegnum í lífinu. you may meet a wall after wall. Þú gætir mætt vegg eftir vegg, But if you believe in your cause, en ef þú trúir á málstaðinn, never give up. þá skaltu ekki gefast upp. Keep on going. Haltu áfram. A very famous Indian sportsman and now a politician said, Frægur indverskur íþróttamaður og nú stjórnmálamaður sagði, doubt creates a mountain. efasemdir búa til fjöll, But belief paves a way through that mountain. en trú malbikar veg í gegnum. And this woman Gegnum fjallið. believed that Jesus could heal her daughter. Og þessi kona, hún trúði því að Jesú gæti lækna dóttur sína. She knew that the answer to her suffering lies with this man. Hún vissi að svarið lá þarna hjá þessum manni. So she kept on asking. Svo hún held áfram að biðja. She did not give up. Hún gafst ekki upp. Then in this story we see Jesus. Og svo sjáum við Jesú. I see a message about growing in wisdom and knowledge. Þar sé ég skilaboð það að vaksa í visku og þekkingu. Jesus was willing to listen and learn. Hann var tilbúinn að hlusta og læra. Even from the one he was taught not to like. Jafnvel frá þeirri mannesku sem honum hefði verið kennt að hann ætti ekki að líka við. I see a message about changing one's answers. Og ég sé þarna skilaboðum að skipta skoðun, breytum svar. I see Jesus growing in understanding Ég sé þarna að Jesú, hann vex í skilningi and accepting something that is new. og hann tekur við einhverju sem nýtt. So then there are two messages here. Svo það eru tvö skilaboð. Which one applies when is the big question. Hvað á við hvenar? When do we know that the message for us is to persist and go on? Hvernig getum við vita að skilaboðin til okkar eru að halda áfram? When is the message for us that we need to learn new ways? Hvenar skilaboðin þau að við eigum að læra nýja leiðir? Or maybe change our answers? Kannski breyta svörunum okkar. Maybe we will figure it out. Kannski munum við komast að því. One by one, in each of our circumstances, we will learn
what is the answer for us? Hvert og eitt í okkar kringumstæðum, þá munum við læra hvert We svarið will- fyrir okkur. We will learn it through prayers. Við lærum það í gegnum bæn, We will learn it through meditation. í gegnum hugleiðingu We will learn it if we open our ears to the voice of God. og við lærum ef við opnum eyrun fyrir We rödd have Guðs. to listen to his voice to hear what he wants us to do. Við þurfum að hlusta á hann til þess að við getum vita hvað það er sem hann vill að við gerum. And when we listen to his voice, we will know which path to take. Og þegar við hlustum á rödd hans, þá vitum við hvaða leið við eigum að fara. What was the woman trying to do in this story? Hvað var konan að reyna að gera? What was she trying to accomplish by being so persistent? Hvað vildi hún með því að vera svona ákveð? She was trying to bring healing to her daughter. Hún var að reyna að fá lækningu fyrir dóttur sína. In other words, we can say Í öðrum orðum, það getur við sagt, she was trying to bring God's grace and healing to more. hún var að reyna að fá náð Guðs og lækningu fyrir fleiri. And on the other hand, what did Jesus accomplish by changing his answer? Og hverju náði Jesú með því að breyta svarinu sínu? It's exactly the same thing. Nákvæmlega það sama. He brought God's grace and healing to more. Hann kom með náð Guðs og lækningu til fleiri. In this small passage, we see two different stories. Og í þessu litla texta þá sjáum við tvær mismunandi sögur. Two different people, Tvo mismunandi einstaklinga, two different answers, tvö mismunandi svör two different actions. og tvær mismunandi hegðanir But it boils down to one common answer. sem gefur samt eitt sameiginlegt svar. It says, tear down the walls of prejudice Það segir brjótið niður vegg fordómana and do whatever is necessary to bring the grace of God to more people. og gerið allt sem þarf til þess að náð Guðs nái til fleira fólks. As individual members of this church and even as a church, Sem einstaklingar í þessari kirkju og jáfnvel sem kirkja sem heild, we need to make changes where changes are required. við þurfum að breyta þar sem breytinga er þörf And we need to persevere where perseverance is needed. og við þurfum þrautseigju þar sem þrautseigju er þörf. Whether in our perseverance Hvort sem það er í okkar þrautseigju or in our change of heart, eða í breyttu hjarta, may we all mættum við öll offer God's grace and healing to more. gefa náð Guðs eða bjóða náð Guðs og lækningu til And fleiri bring the kingdom of God to everyone. og koma ríki Guðs til allra. Because this is what matters at the end. Því að það er það sem skiptir máli. May God bless all of us. May Guð blessa ykkur öll.